Þessi bók sem skáldsaga og heitir Sjá dagar koma, hún eiginlega þannig til komin að ég fekk fyrir rúmum 20 árum nokkurs konar forseta tilskipun. Það að segja ég fekk umslag með grein úr sjómannablaði og þetta blað sendi mér forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, og sagði við mig eitthvað sem svo einar minn ekki alveg upplagt að reyna að búa til skáldsögu úr þessu söguefni. Ég held nú að ástæðan fyrir því að honum datt að hann sendi mér þetta en ekki einhverjum öðrum síðan svo að við eigum báðir rætur að rekja vestur á Dýrafjörð þar sem að sagan hefst og fjallar þann tíma í lok 19. aldar þegar að birtist glæsilegur floti amerískra fiskiskipa á Vestfjarðamiðum og gerði sér bækistöð á Dýrafirði. Söguhetja mín einn af þessum íslensku drengum sem að komast borð í svona ameríska skútu sem heitir Cape Ann og frá Gloucester í Massachusetts. Hann með þeim meira og minna í 2 sumur og seinna sumarið þá ákveðið að hann sigli með þeim að lokinni vertíð vestur til Bandaríkjanna. Og sagan berst víða. Síðasti hlutin gerist að mestu á Bretlandseyjum og það var bara hreinlega afskaplega gaman að fást við þetta söguefni. Þó að það hafi tekið mig rúm 20 ár að koma mér að verki. Forlagið.